Það fer að styttast í föstudagsþættinum en við ætlum að sjálfsögðu að fá smá tónlist í lokin. Og hingað til mín er komin Fanney Kristjáns Snjólaugardóttir, eða Kjass, má maður ekki segja það bara? Jú. Ertu hjartanlega velkomin í þáttinn? Það er búið að breytast í það. Já. Það er svo listamannsnafnið. Já, og það er búið að taka svolítið tíma að þróast í þá átt. En ég er búin að ákveða núna að þetta er bara mitt listamannsnafn og það er þægilegt. Já, og það er hérna plata í farvatninu, má ekki segja það? Jú. Og við ætlum að fá að heyra lag af nýju plötunni. Já. Nei. Þetta er lag sem heitir Hey You. Já. En platan heitir Bleed and Blend. Já. Og við ætlum að fá að heyra lagið Hey You hérna á eftir. Klárt mál. Já, og er þessi plata búin að vera lengi í smíðum? Nei, í rauninni ekki þannig að það var eftir hvernig þú telur. Já. Kannski fyrstu lögin urðu til svona þegar ég var þrítugt. Ég er nú ekki lengur þrítugt. Jú. Svona 30 pluss eitthvað. En ég ætlaði mér alltaf bara að búa til 5 lög og gefa þau bara út svona eitt í einu. En svo áttaði ég mig á því að Daniel, kærasti minn, hann benti mér á að ég þyrfti nú ekki bæta svo mikið við til þess að komast upp í heila plötu. Nei. Og ég átti alveg nokkrar hugmyndir, þannig að við ákveðum að bara kýla á þetta bara núna í janúar og í rauninni þá byrjuðum við að æfa fyrir plötuna núna í janúar og æfingarnar bara gengur rosalega vel, þannig að ég ákvað bara að kýla á 3 lög í viðbót sem voru öll byggð á gömlum hugmyndum. Og við bara æfðum og tókum upp í lok febrúar og síðan erum búin að vera í bara hljóðvinnslu og við erum búin að vera að taka upp svona auka hammond hér og þar og svoleiðis. Já. Akkurat. Ég allavega get sagt, ég mætti náttúrulega á tónleika hjá þér á Græna hattinum. Skynditónleika. Já, og þetta er alveg ótrúlega magnað og ég hlakka mikið til að heyra plötuna í heild, stúdíóupptökurnar. Já, en þetta er en ekki nóg með það að þú sér búin að standa í þessu heldur náttúrulega tókuð upp bara tónlistarmyndband við þetta lag. Já, algjörlega. Þetta lag er svo skrítið. Það hefur alltaf eiginlega verið bara nákvæmlega eins og þegar ég samdi það fyrst. Já. Og það kom bara einhvern veginn svona, ég var eitthvað að þykjast reyna að læra gítar og það var eitthvað og þá kom þetta lag bara svona í kjölfarið af þeim æfingum. Ég kann ekki ennþá að spila á gítar en þú veist þetta lag fæddist og það var gott. Og þetta lag hefur alltaf verið bara svona eiginlega eins. Og þegar ég kom með það fyrst á æfingu með hljómsveit þá var ég svo mikið að afsaka hvernig þetta lag væri. Þetta er bara mjög væmið. Og endur svona bara ballaða og það er ekkert eitthvað mikið svona eitthvað að gerast mikið í þessu en bara þú veist, þetta er bara svona fínt. Og það er kannski þetta sem er svona, við lendum svolítið í, það er að ekki fagna hinu mjúka, eins og fagna hinu kvenlega. Og þetta lag er svona dæmi það. Og það hefur alltaf bara svona fyllt mér, og þú veist, ég hef spilað mjög oft fyrsta lag á tónleikum. Og svo þegar ég fékk mixi af því, þá fann ég bara mjög sterkt af því ég var að gera myndband með, af því að lagið það kom svo rosalega fallegt úr mixinu. Já, einmitt. Og það var alveg rosalega auðvelt ferli. Það var bara hringi þennan og þetta bara small, þú veist, það liði 2 vikur frá því ég ákvað að taka myndbandið í tökudag. Já. Og svo bara, búm. Og við ætlum að fá að slá botninn í föstudagsþáttinn með þessu lagi, Hey You. Og ekki nóg með það heldur svo í tónlist á N4 hérna á morgun, laugardag, þá ætlum við að fá að heyra Easy. Já, það er rétt. Já. Og það er aðeins yngra lag og það var, ég kláraði það einmitt fyrir föstudagsþátt einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan. Þannig þá vorum ég og Díana bara svona 2 að spila eitthvað. Já, æðislegt. En svo erum við búin að bæta hljómsveit á það núna og það er
svolítið skemmtilega. Já, virkilega. Og viðeigandi líka, eins og þú segir, að enda á svona mjúkum, kvenlegum nótum, þetta kvenréttindadagurinn á morgun. Þannig ég held að við getum ekki fundið meira viðeigandi lag til þess að enda. Bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Já. Og föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku, en það er Kjass sem slær botninn í þáttinn með Hey You.